Komið sæl, kæru trúsyskin. Ég heilsa ykkur í Jesú nafni og þvílík forréttindi að fá að vera hérna. Öll saman á þessari stundu og þessu kvöldi og fá að minnast þessara atburða. Já, það stendur þetta nokkur orðinir, því að nokkur orð sem geta kannski teikst á annan endan. En málið að þegar ég var að biðja Guð eins og ég sagði síðasta hvíldardag, hef ég beðið svolítið undan því að vera hérna í ræðustól, en komst einhvern veginn ekki hjá því að gera þetta núna í kvöld. En þetta bara gleði af því vegna þess að alltaf þegar maður fyrir að skoða orðin, þá verður maður bara svo blessaður. Og maður verður bara svo þakklátur að hafa tekið þátt. Ég ætla að biðja ykkur vinir að taka biblíurnar sem við hlið ykkur og við ætlum að lesa svolítið orðinu saman. Að þið að meðtaka bara beint úr orði Guðs. Og ykkur finnst þetta kannski svolítið svona skrýtni texta sem að koma hérna upp, en bíðum við, skoðum þetta. Við vorum að lesa hérna fyrirgefninguna, ef ég hef sagt eitthvað, ef ég hef gert eitthvað hlut annars, þá fyrirgefum við. Og ef við byrjum á texta sem í Kólussarbréfinu 3. kaflanum, og ég ætla að segja ykkur blaðsíðutalið. Það var á blaðsíðu 243 í Nýja testamentinu. 243 í Nýja testamentinu og það Kólussarbréfið og 3. kafli. Endilega verið með Biblíu og lesið leið og ég er að segja orðin að lesa með. Blaðsíðu 243 og það Kólussarbréfið 3. kaflinn. Og allir komnir með það. Ég ætla að taka frá versi 8. Við byrjum bara í versi 8. En þar segir: En nú skuluð þér segja skilið við allt þetta: reiði, bræði, vonsku, lastmæli og svívirðilegt orðbragð. Ljúgið ekki hver öðrum, því þér hafið afklæðst hinum gamla manni með gjörðum hans og íklæðst hinu nýja sem endurnýjast til fullkominnar þekkingar og verður þannig mynd skapara síns. Það segir í nýju þýðingunni sem Guð að skapa að nýju í sinni mynd. Guð að skapa mannin að nýju, þennan nýja mann. Og svo segir í 11. versi: þar ekki grískur maður eða gyðingur, umskorinn eða óumskorinn, útlendingur, skíti, þræll eða frjálsmaður. Þar Kristur allt og í öllu. Svo kemur aftur þetta orð: íklæðist. Íklæðist því eins og Guðs útvaldir, heilagir og elskaðir, hjartans meðaumkun, góðvild, auðmýkt, hógværð og langlyndi. Umbyrið hver annan og fyrirgefið hver öðrum, ef einhver hefur sök á hendur öðrum. Eins og Drottinn hefur fyrirgefið yður, svo skuluð þér og gera. En íklæðist kemur aftur, en íklæðist yfir allt þetta elskunni sem band algjörleikans. Láti frið Krists ríkja í hjörtum yðar, því að til friðar voru þér kallað sem limir í einum líkama. Og svo segir verðið þakklátir, eða í nýju þýðingunni bara verðið þakklátir. Láti orð Krists búa ríkulega hjá yður með allri speki, fræðið og áminnið hver annan með sálmum, lofsöngum og andlegum ljóðum og syngi Guði sætleg lof í hjörtum yðar. Og svo segir í 17. versinu:
hvað sem þér gjörið, í orði eða verki. Gjörið það allt í nafni Drottins Jesú og þakki Guði Föður fyrir hann. Þetta er fyrsti textin sem ég ætla að sýna ykkur, eða textarnir sem ég langar að sýna ykkur. En áður við fyrir mig fleiri texta, að í Jóhannes í 13. kaflanum, það sem að yfirskriftin ber eftir dæmi, að þar, ég ætla að bretta því hérna, eftir dæmi. Ég ætla ekki að lesa allan þennan texta og svona flest okkar, ef ekki öll, þekkjum þegar Jesús var með lærisveinunum og hann fer að kenna þessa leksju í sambandi við fótaþvott. Og það er akkurat þessi texti og kafli sem fjallar fótaþvottin. Það sem að kannski, ég ætla að stikla hérna á stóru, að þegar kvöldmáltíðin stóð yfir, og þetta er í öðru versinu, djöfullinn hafði þegar blásið því í brjóst Júdasi Símoni sinni, Ískaríots, að svíkja Jesú. Hugsið ykkur, Júdas var þarna allan tíman með þeim og djöfullinn var búinn að blása því í brjóst að svíkja saklaust blóð. Þannig að óvinurinn, Júdas var ekkert öðru sig heldur viðvinir. Óvinurinn getur haft þessi áhrif á okkur hvar sem er og hvenær sem er. Og sorglegt að þetta gerðist akkurat á kvöldmáltíðinni, að það er nákvæmlega þessi atburður átt sér stað. Óvinurinn hafði blásið í brjóst á Júdasi. En munið textan sem ég var að lesa hérna áðan, við vorum að lesa hérna áðan, hvað vorum að lesa Jesús, hann stendur upp í 4. versi, hann stóð upp frá máltíðinni, lagði af sér yfir höfnina og tók líndúk og batt sig. Við getum svona að sé þetta kannski hvernig Jesús var tilbúinn að leggja allt til hliðar. Hann var hjá föður sínum, hann hafði alla englana til að dýrka sig og syngja fyrir sig og allir þessi dásamt og dýrð og hvað sem var. Hann var tilbúinn til að leggja þetta allt til hliðar. Til hvers? Til að gera svo þjóð á meðan okkar. Og þegar hann kemur að Pétri og Pétur segir við hann, Herra, ætlar þú að þú mér fæturnar? Og Jesús svaraði við hann, og þetta er svo mikilvægt, nú skilur þú ekki hvað ég er að gera, en seinna myndu skilja það. Seinna myndu skilja. Nákvæmlega sem hann sagði við það áður en hann var að kveðja þá, að þá sagði hann, það er svo margt sem hann að segja ykkur, en þið getið bara ekki borið það, allt nú. Og það er nákvæmlega það sem hann er að segja við Pétur. Þú skilur ekki núna hvað ég er að gera við þig, en þú mynd skilja það seinna. Og Pétur auðvitað fyrir alla leið. Og hann segir, ekki bara fæturnar heldur, þú með öllum. Nei. Og svo segir hann segir við þessu áður, aldrei eilífi skaltu þú fæti mína. Aldrei eilífi. Og Jesús sagði það, ef ég fæðir ekki, áttu enga samleið með mér. Áttu bara enga samleið með mér. Og við höfum oft heyrt þetta. Oft heyrt þennan boðskap. Jesús var að kenna Pétri og hann var að kenna lærisveinunum að það var ekki þessi ytri þvottur, hann skipti engu máli. Heldur, ef ég fæ ekki að snerta hjarta þitt, ef ég fæ ekki að þvo og hreinsa syndir mínar, að þá eigum við enga samleið. Enga. Og það er þetta sem að við langar kannski fyrst og fremst að við skiljum í Jóhannesi í 13. kaflanum, að nákvæmlega þetta stendur upp úr. Ef að Drottinn fær ekki að snerta okkur, ef hann fær ekkert að vinna með okkur,
Við erum leirinn. Hann leirsmiðurinn, leirkjara smiðurinn. Ef hann fær ekkert að vinna með okkur og við viljum bara brjótast og vilja bara vera eins og okkur dettur í hug, þá hefur hann ekkert með okkur að gera. Hann getur ekkert gert fyrir okkur. Hann segir, komið til mín. Komið til mín. En hversu oft við búin að reyna að þóknast Guði í eigin mætti? Að reyna að gera eitthvað í eigin mætti. Ég segi bara, ekki reyna þetta með þér. Komið til mín, því að á mín getið þér alls ekkert gjört. Þetta svo sterk orð. Ekkert. Og við sjáum í rauninni hvernig varð og hvað varðum Júdas. Að hann fór að gera þetta allt í eigin mætti. Hann var ekki að vinna, að leyfa Jesú að vinna með hjarta sitt heldur. Hann gerði allt í eigin mætti og hvað gerðist? Endaði því að hann tók líf sitt. Við getum ekkert gert, alls ekkert gert án Drottins, ekki neitt. Og það annar texti sem ég svo óbóðslega sterkur. Að þegar ég uppgötaði hann, og hann í Jóhannes í 14. kaflanum, við flettum bara aðeins við. Og það í 18. versinu. 18. versinu Jóhannes 14. kaflanum. Það segir, ekki mun ég skilja yður eftir munalausa. Svo segir hann, ég kem til yðar. Sjá hvað þetta sterk orð. Hann er samt búinn að segja á hann, ég mun senda ykkur annan hjálpara og hann mun vera hjá ykkur, það heilagur andi, en svo segir hann, ég kem til yðar. Hugsaðu ykkur vinnar. Drottin hér mitt á meðal okkar í kvöld. Hann kemur til okkar. Svo stórkostlegt. Flettum upp á Lúkas 22. Lúkas 22. Og þetta svona texti, vinir, sem við eigum líka að fræða og minna hvort annað á. Hvað var Kristur? Hvað gerði hann fyrir okkur? Förum í 4. versi. Lúkas 22 og í 4. versinu. Og stundin var komin, gekk hann til borðs og postularnir með honum. Og hann sagði við þá, hjartanlega hef ég þrá að neita þessara páskamáltíðar með yður áður en ég líð. Því ég segi yður, eigi mun ég fram að neita hennar fyrr en hún fullkomnast í Guðs ríki. Þá tók hann kaneik, gjörði þakkir og sagði, takið þetta og skiptið með yður. Því að ég segi yður, héðan í frá mun ég eigi drekka af ávexti vínviðarins, fyrr en Guðs ríki kemur. Og hann tók brauð, gjörði þakkir, braut það, gaf þeim og sagði, þetta líkami minn, sem fyrir yður gefinn. Gjörið þetta í mína minningu. Hugsið ykkur. Þetta líkami minn sem fyrir yður gefinn. Okkur var gefinn. Þessi gjöf. Þetta svo fallegir textar. Eins tók hann kaleikinn eftir kvöldmáltíðin og sagði, þessi kaleikur hinn nýji sáttmáli í mínu blóði sem fyrir yður úthellt. Nýr sáttmáli, gjörður með fólkið. Og ég talaði það áður og ég var einhvern tíma með ræðu í sambandi við krossfestinguna, í sambandi við blóðið og allt sem að Kristur gerði fyrir okkur. Þegar svartidauði, vinir,
þegar svartidauði á sér stað og fólk var að hrynja, sko það hrundi niður. Það var alveg gríðarlega mikil, ég man ekki tölurnar, en það var alveg gríðarlega fólksfækkun út af svartadauða. En til þess að sigrast á svartadauða, þá þurfti nýtt blóð. Nýtt blóð að koma til. Jesús, hann var lýtalaus að öllu leyti. Og hans blóð, gjörsamlega lýtalaust, rann fyrir okkar syndir. Ef að þetta hefði ekki komið til, myndum við deyja, hinum eilíða dauða. Ef okkur hefði ekki verið gefin þessi gjöf að þiggja, að það var hinn eilíði dauði sem bíður okkar. Komum aðeins á blaðsíðu 241. Aðeins 2 textar eftir. 241. Og þetta eru svona hugrenningar sem að ég átti með Drottni í gærkvöldi og í morgun. Í Kólussarbréfinu, það er 1. kaflinn og það er frá og með 9. versinu. En það sem er að gerast þarna, að það er Páll og Tímóteus, að þeir eru að þakka fyrir þá sem hafa tekið á móti Kristi, þakka fyrir þá sem trúa og eiga þennan kærleika. Og ég bið, vinir, textið sem við lásum á hann, við leggjum niður alla reiði og mannvonsku bara og þessa deilur og hvað sem er, að við leggjum hann til hliðar. Og þetta mætti vera raunveruleikinn hjá okkur. Að þegar fólk tekur á móti Kristi, að þegar við tökum á móti Kristinu og frá og með 9. versinu, að það mætti vera slíkt hjá okkur. Frá þeim degi við heyrðum þetta, höfum við því ekki látið af að biðja fyrir yður. Við biðjum þess að þér mættu fyllast þekkingu og vilja Guðs með allri speki og skilningi andans, svo að þér hegðið yður eins og Drottni er samboðin, honum til þóknunar á allan hátt og fáið borið ávöxt í öllu góðu verki og vaxið að þekkingu á Guði. Mætti hann styrkja yður á allan hátt með dýrðarmætti sínum, svo að þér fyllist þolgæði í hvívetna og umburðarlyndi og geti með gleði þakka föðurnum sem hefur gjört yður hæfa til að fá hlutdeild í arfleifð heilagra í ljósinu. Hann, Jesús Kristur, hefur frelsað oss frá valdi myrkursins og flutt oss inn í ríki síns elskaða sonar. Í honum eigum við endurlausnina, fyrirgefningu synda vora. Hugsið ykkur. Þakklæti okkar ætti á hverjum einasta degi að lofa Drottinn, því hann hefur endurleyst okkur. Og þegar við vitum að einhver hefur tekið á móti Kristi, að þá ætti þetta vera, vinir, að við séum að biðja, að fólk ætti fyllast af þekkingu á vilja Guðs, að það ætti að vera okkar hlutverk að biðja fyrir fólki, að það mætti öðlast ávöxt og hvað sem er sem Drottinn vill gefa okkur. Lesum Efesus 3. kaflan, blaðsíðu 232. Og það er síðasta versið. 232. Þriðji kafli. Ég ætla að lesa frá 14. versinu. Það sagði áður í textanum, í honum eigum við endurlausnina, fyrirgefningu synda vora
Og svo segjum við í 14. versinu hérna, þess vegna beygi kné mín fyrir föðurnum, sem hvert faðerni fær nafna af á himni og jörðu. Megi hann gefa yður að ríkdómi dýrðar sinnar, að styrkjast fyrir anda sinn, að krafti hið innra með yður. Til þess að Kristur megi fyrir trúna búa í hjörtum yðar og þér verða rótfestir og grundvallaðir í kærleika. Þá fáið þér ásamt öllum heilugum skilin hver kærleikur Krists víður og langur, hár og djúpur og komist að raunum hann, sem gnæfir yfir alla þekkingu og náið að fyllast allri Guðs fyllingu. En honum sem í oss verkar með krafti sínum og megnar að gera langt fram yfir allt það sem ég biðjum eða skynjum. Honum sé dýrð í kirkjunni og í Kristi Jesú öll æviskeið, öld eftir öld. Amen. Þórdís mín, þú varst að tala að þegar þið voru að gera bænastund í morgun og þú farið að upplifa þvílíkt bænasvar og yndislegan dag, er það ekki akkurat þetta? En honum sem í oss verkar með krafti sínum og megnar að gera langt fram yfir allt það sem ég biðjum eða skynjum. Hugsið ykkur. Bænin, við notum hana svo lítið, en hún getur gefið okkur svo mikið. Já. Ég ætla að ljúka með smá bænir. Kæri himneski Faðir, Drottinn minn, við þökkum fyrir orðin mín. Við þökkum fyrir Drottinn minn. Öll þessi orð sem að mega styrkja okkur, uppörfa, hvetja, bara fylla okkur að nærveru þinni, elskulegi Faðir, og gera okkur þessu fólki, þessu manneskjum sem að þú ætlaðir í upphafi. Elsku Faðir, ég bið þess að við möttum gefa okkur meiri tíma til að lesa í orðin þínu, til velja við fætur þína og heyra hvað þú hefur að segja í orðin þínu, að það megi fylla okkur, svo við möttum vera og gera hvað sem að í þínu vilja, Drottinn minn. Bara í Jesú nafni bið ég og þakka. Amen.